Kæru fundagestir, ágætu fyrirlesarar. Ég heiti Hanna Katrín Friðriksson og ætla að vera fundastjóri hér í dag, næsta 1,5 klukkutíman. Starfa sem framkvæmdastjóri hjá Æsfarma sem eitt af aðildafyrirtækjum félags atvinnurekenda. Samkvæmt venju þá hefur félagið blásið til áhugaverðs fundar í tilefni af árlegum aðalfundi félagsins. Og að þessu sinni munum við heyra erindi frá 3 vel kynntum og jafnframt ólíkum fyrirlesurum. Ólíkum vegna þess að þeir koma sitt úr hverja áttinni. Og það eru þau Lars Lagerbäck, landsliðsþjálfari Íslands, karlaþjálfari Íslands í knattspyrnu, karlalandsliðs, Helga Valfells, framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda. Þegar við höfum hlýtt á erindi þeirra 3 klukkan 3:30 þá fundargestum boðið upp á kaffi og að því loknu 4 þá hefjast venjulega aðalfundarstörf félagsins. En við erum ekki með síðri gest til að opna dagskrána hjá okkur. Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, ætlar að flytja hér ávarp í upphafi fundar. Það sjálfur sér engin ástæða til að kynna Bjarna í smáatriðum, hann heimilisgestur hjá okkur öllum. En grunnatriðin eru þau að hann hefur verið alþingismaður í tæp 12 ár, formaður Sjálfstæðisflokksins frá árinu 2009. Hann lögfræðingur að mennt og hann stjórnarmaður. Gjörðu svo vel, Bjarni. Já, fundastjóri og góðir gestir, góðir fundamenn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir að fá boðum að vera hér með á þessari skemmtilegu ráðstefnu, þessum fundi félags atvinnurekenda og ræða hér við ykkur mikilvægi frumkvöðla og framtaks undir þessari yfirskrift leiðtoginn í atvinnulífinu. Ég á mér einhvern bakgrunn í atvinnulífinu eins og sumum ykkar eflaust kunnugt og vinir mínir í pólitíkinni, sérstaklega svona hinum enda hins pólitíska litrófs verður oft tíðrætt þeir eru iðjusamir við að reyna að slá einhverjar pólitískar keilur út á þá staðreynd sem að segir leið ákveðna sögu. Það dálítið miður að í samfélagi okkar megi enn merkja hér og þar í opinberri umræðu talsvert vantraust til atvinnurekstrar, viðskipta og verslunar og stundum má jafnvel greina í umræðunni ýmis uppnefni eins og braskarar og arðræningjar þá sem eru svo illa staddir í lífinu að þurfa að stunda atvinnurekstur. En þetta sem betur fer ekki almennt viðhorf. Þetta ekki almennt viðhorf í okkar ágæta þjóðfélagi að ég tel, en því ekki að neita að þeir sem hafa á undanförnum árum talað fyrir mikilvægi frjálsra viðskipta, hóflegri skattlagningu og afnámi íþyngjandi reglna og markaðshindrana, þeir hafa ekki fyllilega náð að sannfæra alla ágæti síns málflutnings. Það líka visst heilbrigðismerki. Og eflaust erum við enn að glíma við afleiðingar af fjármálahruninu og margt af því sem enn sagt eru miklar alhæfingar sem eiga rætur sínar rekja í þeim áföllum sem við þar urðum fyrir. En ég lít þannig á að það ekkert annað að gera en að halda okkar málflutningi, þess flokk sem ég mæli fyrir áfram, tefla fram dýpri og ígrundaðri rökum og í því sambandi mikilvægt að gleyma því aldrei að það mikið í húfi að það takist vel að efla traust og tiltrú almennings til dæmis á frumkvöðlastarfsemi, nýsköpun og fjárfestingum í atvinnulífinu, þannig að hægt verði að halda áfram sókninni til bættra lífskjara allra Íslendinga á grundvelli aukinnar verðmætasköpunar. Vegvísarnir sem við ættum að taka alvarlega mið af í þessu sambandi eru líka fjölmargir. Það á ekkert atvinnulíf að þrífast án aðhalds, frelsi og ábyrgð verða að haldast í hendur. En við höfum ýmis viðmið sem hægt að líta til og ég ætla að leyfa mér hér að nefna eitt. Fyrir 2 dögum gaf OECD út nýja skýrslu, Going for Growth.
með ráðleggingum stofnunarinnar hvernig styðja megi við hagvöxt í aðildarríkjum til lengri tíma. Í kaflanum Ísland sérstaklega tekið fram að landsframleiðsla á mann hafi minnkað eftir hrun miðað við þann helming OECD-ríkja sem stendur best að vígi. Þá hefur framleiðniaukning hægt á sér undanfarin ár eftir kipp upp á við á árunum fyrir hrun. Því ekki að neita að hægur vöxtur framleiðni eftir hrun sérstakt áhyggjuefni, en framleiðni vöxturinn hann stjórnar langtíma hagvaxtargetu þjóðarbúsins og þeim launahækkunum sem íslenska hagkerfið getur þannig staðið undir án aukinnar verðbólgu. Hvað segir OECD eftir að hafa bent á þessi veikleikamerki? Til að ráða bót á þessum vanda leggja til breytingar á stofnanaumgjörð á 5 meginsviðum. Í fyrsta lagi horfa á vörumarkaðinn. Þar lagt til að dregið verði úr aðgangshindrunum af vörumarkaði, skortur á gegnsæi í regluverki og lagalegar aðgangshindranir hamla samkeppni, nýsköpun og framleiðniaukningu. Sér í lagi má nefna raforku, flugfrakt, flugvelli og hafnir. En síðast en ekki síst bent á að það þurfi að afnema fjármagnshöftin. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar á landbúnaðarkerfinu. Það þurfi að draga úr framleiðslustyrkjum í landbúnaði. Þeir séu hér háir og það hvíli þungt á neytendum og skattgreiðendum, auk þess sem það hindri framleiðniaukningu. Og þeir leggja til að innflutningstollar verði lækkaðir og kvótar á landbúnaðarafurðum afnumdir. Ég myndi kannski vilja segja þennan punkt að við skulum ekki gleyma því að það hefur svo sem verið að miða, þó mörgum þykir það gerast hægt, þá hefur miðað eitthvað í rétta átt í þessum málaflokki. En þetta staðan eins og metana akkúrat í dag. Í þriðja lagi benda á nauðsyn þess að ráðast í úrbætur á menntakerfinu, þar sem Ísland undir meðallagi innan OECD, hvað varðar lestur og vísindi. Mikill munur á milli nemenda og skortur og skilvirkni í menntakerfinu dregur úr afköstum. Það þurfi að bæta gæði kennslu á dreifbýlum svæðum og bæta yfirstjórn grunnskólastigsins. Þetta ein af mikilvægari ábendingunum í mínum huga og þarna á þessu sviði unnin vinna í menntamálaráðuneytinu í dag. Ég ætla ekki að gera þennan fyrirlestur minn að fyrirlestri menntamálin, en ég bara bendi á að það sem menntamálaráðherra að leggja áherslu á í dag að við komum nemendum fyrr út á vinnumarkaðinn, að það gangi ekki, það sé mikið tap fyrir þjóðfélagið hjá okkur að vera að meðaltali að útskrifa nemendur ári síðar og jafnvel 2 árum síðar heldur en aðrir til háskólanáms og síðan í framhaldinu út á vinnumarkaðinn. Tapið fyrir þjóðfélagið í heild gríðarlegt. Það í fjórða lagi bent á það í skýrslu OECD að hömlur á eignarhaldi erlendra aðila hindri samkeppni í sjávarútvegi og raforkugeiranum sem kom í veg fyrir fjárfestingu og framleiðniaukningu. Þetta hápólitískt mál eins og allir þekkja. Og í 5. lagi leggur OECD til að gegnsæi og skilvirkni í opinberri stjórnsýslu verði aukin, þar sem skortur á upplýsingum afköst kemur í veg fyrir bætta stjórnunarhætti og framleiðni. Og þarna hafa allir flokkar verið með sína stefnu og mér finnst að við höfum svo sem verið aðeins að bæta okkur þarna, en kannski eru nágrannaríkin að bæta sér hraðar og það svo sannarlega mikið verk eftir óunnið á þessu sviðinu. Nú þessar ábendingar, ég hef hér nefnt 5 svona ákveðin dæmi, vil ég segja að þetta eru tillögur sem að verðskulda umræðu hér á Íslandi og menn eiga að taka þær til sín og við munum gera það í mínu ráðuneyti. Það að hluta til, eins og ég nefndi til dæmis með menntamálaráðuneytið, það að hluta til þegar verið að hrinda þeim í framkvæmd af hálfu ríkisstjórnarinnar. Við kemum inn á það eins betur síðar. En þessar tillögur, það ríma líka ágætlega við aðra vegvísa sem hafa orðið okkar leið að undanförnu, eins og til dæmis skýrsla McKinsey, Charting a Growth Path for Iceland, sem kom út árið 2012 og í framhald af því þá var settur á fót þessi samráðsvettvangur aukna hagsæld. Ég hef sótt þá fundi, þar voru kynntar tillögur í maí 2013 og margt af því sem að finna í þeim tillögum hefur þegar
litið dagsins ljós. Ég nefni sem dæmi að það var á þeim vettvangi þar sem ég fyrst sá með svona tölulegum samanburði hvað það kostaði að til dæmis þurrka út vörugjöldin, að fella þau bara niður í einu lagi, og hvernig það var sett í samhengi við virðisaukaskattskerfið og aðra þætti eins og tolla og slíka hluti. Það var sett fram með mjög skýrum hætti, myndrænum, og frá því að ég sá það fyrst, til dæmis að sjónvarpsskjár sem var seldur út í búð væri með 70% neyslusköttum, þá sagði ég að þarna eitthvað sem við verðum að gera í, og þetta var eitt af því sem hefur þess vegna verið í forgangi hjá mér, og viti menn, við felldum niður vörugjöldin í síðustu áramót. Einmitt. Og hvort sem við horfum á það sem McKinsey segir, OECD eða þessi samráðsvettvangur, mér finnst allt bera sama brunni. Vísasta leiðin til að bæta lífskjör á Íslandi að hafa hér stofnanaumhverfi þannig úr garði gert að það auki við atvinnufrelsi og örvi þannig langtíma hagvöxt öllum til heilla. Í því felst að lög og reglur umgjörð atvinnulífsins þurfa að vera almennar, einfaldar og skýrar, og að umfang opinbers rekstrar og skattastefna hamli ekki vexti atvinnulífsins og frelsi til viðskipta. Nú, góðir fundamenn, þar sem ég hef varið nokkrum tími að ræða ágæti frjálsra viðskipta og komið inn á eitt og annað í okkar samfélagi sem mætti betur fara, þá ekki úr vegi að víkja nú máli mínu á því sem ég mun beita mér fyrir á næstunni í þessum efnum. Og hér ætla ég að koma inn á 2 lykilmál. Annars vegar afnám fjármagnshafta og hins vegar aukin hagræðing innan stjórnsýslunnar. Fyrst aðeins afnám fjármagnshafta og því tengt skattastefnan. Ég hef margsinnis áður fjallað það í ræðu og riti hversu mikilvægt það fyrir okkur að losna undan höftunum. Og ég á fundum út af því máli alla daga, nánast. Síðast í dag, allur föstudagur og næsti fer í það mál. Við höfum aldrei verið með jafn marga að fullum störfum í að þróa lausn á því vandamáli. Samhliða þessu erum við að vinna að því að einfalda skattkerfið og gera það sanngjarnara, og það sé svo sem ekki konkrét mælikvarði, ef ég mætti orða það þannig, hvað nákvæmlega sanngjarnt, en mér finnst víða sem kerfið sé ekki nægilega skilvirkt. Það of mikið jaðarskattaáhrif til dæmis. En í þessu sambandi þá í raun og veru tómt mál að tala eflingu frumkvöðlastarfs og atvinnulífs, eflingu nýsköpunar eða mikilvægi þess að auka hér hagvöxt með því að ná fram aukinni framleiðniaukningu ef okkur tekst ekki að leysa þessi mál. Það að segja, meðan við erum með þessi höft og ef að skattkerfið ekki sanngjarnt og hvetjandi, að þá það að halda aftur af árangri á þessum sviðum. Og það ekki hægt að tala að skapa rétta hvata til frekari verðmætasköpunar ef ríkisvaldið ætlar sjálft að hirða bróðurpartinn af ábatanum, af til dæmis áhættusamri nýsköpun með háum sköttum. Þannig þetta eru 2 lykilmál sem ég legg mikla áherslu á að ná fram að ganga, og ég tel að við höfum náð markverðum árangri á þessu sviði, en betur má duga skal. Hitt atriðið, aukin hagræðing innan stjórnsýslunnar. Innan ráðuneytanna undir forystu fjármálaráðuneytisins nú þegar unnið að innleiðingu fjölmargra tillagna til að draga úr umsvifum ríkisins og gera stjórnsýsluna skilvirkari. Eitt þessara atriða eitthvað sem mér langar til að tala hér sérstaklega. Það eru tillögur nýjar áherslur í opinberum innkaupum sem starfshópur við það að skila sér tillögum Eitt helsta verkefni í framhaldinu af vinnu starfshópsins verður að koma á fót nýrri innkaupastefnu sem stuðlar að virkri samkeppni á markaði og tryggir aukna hagkvæmni í rekstri ríkisins. Einn nefndarmanni þessum starfshópi sagði við mig: Bjarni, eitt helsta vandamálið þitt það að þú ert með 200 innkaupastjóra. Ég myndi aldrei reka fyrirtæki þannig. Þeir eru í öllum þessum stofnunum út allt og í tillögum sem komum fram á vettvangi samráðsvettvangsins aukna hagsæld sem ég nefndi áðan.
þetta dregið ágætlega fram. Við sjáum þar dæmi úr bókhaldi ríkisins segjum bara svona tölvu eins og þessa hér, keypt af 2 ólíkum ríkisaðilum, nákvæmlega sama græjan, með sömu eiginleikana, keypt á sama árinu, en verðmunurinn í kringum 40%. Og það skýr vísbending að ríkið sé ekki að standa rétt að innkaupum og að annar innkaupastjórinn hefði kannski getað náð betri árangri heldur en hinn. En þetta eru kannski einhverju leyti hlutir sem að geta tekið langan tíma í innleiðingu og ég vil sannarlega ekki enda með einn innkaupastjóra fyrir ríkið, en stórbætt áætlanagerð dæmi eitthvað sem að ég tel að geti leitt til mun betri innkaupa fyrir ríkið. Og það bara einfaldlega það að ræða að menn áætli innkaupa þörfina, þannig að við getum safnað henni upp hjá ríkinu og gert þá samninga við birgja ríkisins sem að standa til lengri tíma og menn geti gengið út frá því að það magn sem að finna inn í innkaupa þörf ríkisins að það skilir sér. En það sé ekki rammasamningur sem algjörlega óháður magni, þar sem menn veita bara 10% fastan afslátt en geti ekki treyst á að viðskiptin komi síðan. Með því að tryggja ákveðið magn, þá geta til dæmis innlendir heildsalar snúið sér til sinna birgja og tryggt magnið og þar með magnafsláttin. Þetta atriði sem að skipta miklu. Innkaup ríkisins eru hvað? 170 milljarðar á ári, vöru- og þjónustukaupin 90 milljarðar og þannig augljóst að það skiptir verulega miklu að samskipti ríkisins og markaðarnir séu einföld, gegnsæ og byggist á skýrri lagalegri umgjörð. Ég ætla að nefna hér bara í framhjálaupi að við erum líka að vinna að frumvarpi skattaívilnanir til einstaklinga vegna kaupa á hlutabréfum í svokölluðum nýsköpunarfyrirtækjum. Það dálítið, það ekki alveg einfalt verkefni að skilgreina nákvæmlega hvað eru nýsköpunarfyrirtæki í þessu samhengi, en að því unnið að útfæra reglurnar þannig að það séu skýrir hvatar til þess að styðja við nýsköpun, meðal annars með skattaafslætti með þessum hætti. Og ég geti hér haldið áfram, allt ber þetta sama brunni, það að segja, við erum með fjölmörg verkefni og það bíða okkar fjölmörg verkefni sem að eru hugsuð til þess að leiðtoginn í atvinnulífinu, hann geti betur náð þeim árangri sem að hann stefnir að stjórnvöld sé að styðja við framtakssemi, styðji við þá sem eru tilbúin til að leggja á sig vinnu og hafa fjármagn til þess að hrinda hugmyndum í framkvæmd, en sé ekki sérstök eða sjálfstæð hindrun í vegi þess fólks. Ég geti haldið áfram að tala hér ýmis einstöku verkefni, en þetta það sem að sameinar þau. Það sama hvort við erum hér að tala kerfisbreytingar í skólakerfinu, þar erum við að horfa til þarfar atvinnulífsins, þannig að menntakerfið sé að skila fólki sem að kalla eftir í atvinnulífinu. Ég var að nefna þetta með innkaupin, ný umgjörð opinber fjármál hugsuð á sama máta, úrbætur á húsnæðismarkaði annað mál sem að líka horfir til þessara þátta og svo framvegis. Að þessu öllu sögðu þá ætla ég að hafa það sem mín lokaorð hér að ríkisstjórnin muni ekki skorast undan þeirri ábyrgð að viðhalda áfram traustri efnahagsstefnu, sýna áframhaldandi aðhald í ríkisfjármálum og ábyrgð, allt með það fyrir augum að tryggja efnahagslegan stöðugleika, gera það sem í okkar valdi stendur til að stuðla að frekara frelsi í viðskiptum, þar sem frumkvöðla kraftur og framtak einstaklinga færa blómstra, svo við höldum áfram á réttri leið til bættra lífskjara. Höldum áfram að skapa verðmæti sem tryggja okkur samkeppnisstöðu gagnvart nágrannaríkjunum. Takk ykkur fyrir. Þakka fjármálaráðherra kærlega fyrir gott og yfirgripsmikið erindi. Flott að fá svona súmeringu og það situr eftir að það klárlega nóg að gera. Markið sett hátt, gangi ykkur vel. Our next speaker is Lars Lagerbäck, head coach of our national men's football team.
His speech is called How I Built a Team. Lagerbäck is Swedish, a well-known football manager or coach that has been Iceland's coach since the fall of 2011. Aside from impressive results with the Icelandic men's team, Lagerbäck is probably best known as the former joint head coach and then the head coach of the Swedish national team. He managed that from 2000 to 2009 and took it to an incredible 5-year consecutive major tournaments. Without any further delay, here is the man that has led Iceland in just 3 years from seed 134 to seed 28 in the FIFA World Ranking, Lars Lagerbäck. Come. That's better with this, yeah. There you have it. I put it up, I think. There you have it. Yeah, first, many thanks for the invitation. Secondly, I'm sorry that I haven't learned Icelandic. I usually say there are no excuses but bad explanations, and probably I'm too old and have too little room in my brain. I don't know what it is about, but I'm sorry about that. I should have learned. Thirdly, I don't know what expectations you have for this. If they are high, I don't think they are so high, but if they are, I can lower them if you don't know that I was named the dullest person in Sweden 1 year. So I hope that you're not taking it too serious. Now, I was asked to talk a little bit about leadership, so I will not talk so much about football, the technical part of it. And I choose to show you some pictures rather quickly that we work with the players. So what we're doing is that we have what we call lead stars. I don't believe so much in rules. I will come back to that. So most of the picture you will see is the picture that we are working with the players also together with. So we talk a lot. What I have experienced during the years as I've been a coach, it's pretty many years now, so I probably should have retired for a long time ago, is I think respect is a really important word, that the players really respect each other. As you probably know, I suppose you are leaders yourself in different areas, that everybody don't click. And to get young players living in this environment to understand that if they don't click, they still have to respect each other. It's also, like probably the finance minister knows better, to live in the public eye is also sometimes difficult. So we talk a lot about this with what shall stay inside the group, what shall go out. So you use your form of your cleverness, so feel what you can talk about. Some of these players are sometimes surprisingly sensitive if someone says something that they don't maybe want them to get outside the group. And for me, I think it's also that everybody knows they are important. I mean, even if we say that some of the players are on the pitch more important, I mean, if Gylfi, for instance, is the best player, number 20 is equally important in that way when we prepare for everything, how we live together and things like that. So it's important, I think, as a leader that you can talk about that. And as I said about rules and agreements, what I experience in... I might have to stand there. Sorry. No, it's better that I stand still. Sorry. If you go out in the big football world, it's a lot of rules. I mean, most managers work with a lot of rules. And if you have rules, you have to have punishment. If you go to the players' lounge in an English club, for instance, most of them have a long list of punishment. If they come late, they have to pay £100 or whatever per minute. I think that's the big problem with many team sports, especially I think in football, that we educate players too little to take own responsibility. And if you have rules, as I said, if someone breaks the rules, you have to correct it in some way. If you work with agreements with the players, so you can have a dialogue with the players, then if something happens, maybe you don't have to put out some consequence about it. And I try to work the same way both with Sweden when I was in Nigeria and now with Iceland. I only had one
situation where they break the rules. And one of the rules that I think we shall have, doesn't matter what the players have, is that we stay in the hotel when we're together from evening meal until breakfast next morning. And once that happened in Sweden, that 3 players went out after we had the last evening meal. Next morning, media called, and the hotel was occupied by media at 7 o'clock in the morning because one of them was Zlatan Ibrahimovic. And then as a leader, you have to take a decision. And we took the decision to send these 3 guys home, and that wasn't easy, especially when 2 of the best players was in that group of 3. But mainly, it's because, as I said, to get them to take own responsibility. So if you gave them very few rules, they have a lot of freedom that they maybe not used to when they play in the clubs, when they're coming from different clubs all over Europe. But instead, we have to talk with them about own responsibility. And the Icelandic players has really answered very well in that. I didn't have any problems when I started here. They've been really, really professional. And if you take that own responsibility, I think if everybody working in the same direction, you know that of course, then it's success. If a few players starting to go their own way, on or off the pitch, you're getting problems and you probably start losing games instead. So what Heimir and I has done is that we say that the sky is the limit, that we are prepared to discuss everything with the players. We want them to have opinions about how we work, how we live. The only thing I don't talk with them about is to pick the team, because I think that's my responsibility. And also for a player, I think he is so occupied of his own performance. So very few players can see the whole picture of the game if it is something. And it's also difficult to balance the team from individual skills, but I will come back to that. And today, with the media developing also, as I say, the captain's role is getting more and more important. And as you can see here, we have Aron and Kolbeinn as first and second captains in the team if they are in the squad. And media are of course more interested in them, especially when you come abroad, is the team captain very important. So that they can represent the team and Iceland in a good way is of course very important. But as I say this, it's not a question about democracy in any way. If the players can motivate something, that we should change something, I'm prepared to listen to that. But in the end, it's Heimir and myself that take the decision. So it's not a question, because I don't think it will work in this kind of environment that we are working in with football. Just a few things that are obviously, today when you have the mobile phones, I mean, everybody's playing with them all the time. So we have some areas, some situation where I think we shouldn't have them. And for me, together with this own responsibility, also to create a great atmosphere, I think some areas, for instance, when we have our meals, should be no mobile phones used. So we have some social moments also where we are together and concentrating on what we are doing. Then, of course, different situation when we are close to a match, training or whatever. Also, this coming in time is, for me, really important. I think if we are 23 players that we normally are, and we are a staff around 10, 12 people, no one should sit waiting, as we have a rather strict program to follow. So I think that also is important. That's a kind of to being professional for me, that we have that. Playing time is something difficult. I will try to get into more and more what I'm fascinating of, the more I work, is the mental thing. And you know, if we go with 23 players, 11 is playing. So it's really important that they are prepared to accept that situation, that they maybe will not play. Because if a player gets very disappointed, that can create very negative things inside the group, especially if we qualify for the finals, that we hope we will do next year to France, because then we will be together 4 or 5 weeks. And my experience from Sweden and Nigeria is that most 16, 17 players are playing. So 4 or 5 players will be away for 4 or 5 weeks, only training, not playing. So this is something that they have to be prepared to accept. And I think it's good to have these lead stars in forehand, because then it's much easier to be a leader. We can always tell them, we have discussed this, we have agreed about this, so it's nothing to talk about.
So I usually call myself a realistic optimist. I think in sport and in football especially, it's very much about feelings. They hope they will do something. I mean, media sometimes says that the coach did something genius. There are no genius things in football. If it looks genius, you're a little bit lucky. What it's all about, I think, is preparation and to go out from facts. And we are privileged in football as it's such huge interest all over the world. But at the same time, with this interest, I think that it's really, really easy that you can become, as a coach, populist. Start listening to media and try to please them and maybe other people. So I think that looking realistically on everything, try to find as much facts as possible in your role as a coach. Both how you lead and also how you would like the team to play is really, really important. It's really nice in that way in Iceland because, of course, it's a smaller country with media and things like that, but it's very, very big difference in a positive way with Icelandic media. They respect what we're doing much more. They're not looking for scandals or things like that, and they are interested in the football part. So it's really nice in that way to work in Iceland compared with Sweden and Nigeria. To look a little bit then why we win football matches. As I said in the first picture, if you're working with a national team or if you're in the Pepsi League or whatever, of course you want to win matches. And this is also something that is important to balance, I think, as it's a lot of discussion if how soon you should start with try to become an elite player and things like that. But I mean, if you're working on this level, both the players and we in the staff, we really want to win matches. And what can decide that? Yeah, first of all, you have to use your head in all kind of ways. And the important thing, as I said, is based on facts and realistic analysis. I think that's underdeveloped in very, very many countries and a lot of coaches, as I said before. And we talk about goals. When people ask us, especially media, what are our goals, they want to have that we should say, yeah, our goal is to qualify for France. Of course it is that. I mean, if you ask any player, anyone in the staff, that would be the thing. But we agreed, one of the first years I worked with Sweden, that we had the goal that we always should give 100%. Always give 100%. Then we are really, really professional, I think. And the good thing, as it says here, that we can win versus any team. That's the most fantastic thing, interesting thing being in football, that it's no other team sport where the third division team can beat the first division team. But in football, you can do it. You can't do it in handball, basketball, volleyball, whatever you like. But it's because in football, we are playing with the foot, and that is much, much more difficult than if you have something in your hand or if you're using your hands. So that's the interesting thing. And with that goal, being an underdog maybe, you can always have the feeling if we're doing well together, we can always win. Also this with expectations contra what is realistic. I will come back to that a little bit later. So if I try to define it for the players so we can make it concrete. So for me, winning attitude, it's in the individual. Every player's winning attitude. But you can build in the whole group, in the club or in the national team, inside KSC, you can build a winning culture. So I think if you look at upon that, and this picture I think is rather nice, let's maybe describe life also. You have to both be defensive, offensive sometimes, you have to balance everything, and you have to have patience. And this is 100% football. Picking a team is a question about creating a balance offensively, defensively in the team. You need a lot of patience to play football. Because football, as I said, it's so difficult to score goals and things like that. So just looking upon this with winning attitude and culture. And as Heimir showed here, how can he influence the players? I don't know how he tries to do it on that picture. But my experience from players is that I'm not against taking in experts in different areas. But many players have said to me that what the coach says is the most important. And I think the signal system is, as a leader, doesn't matter if it's sports or anything else, I think you never should underestimate the signal system you're using, with words, with your body language or whatever. So I think the responsible leader
should look himself in the mirror very often and see what he's doing. I also believe what I found interesting on Iceland, I try to read the papers every day, translating them, of course, because I understand a few words, is that I think here you have much, much more than I have experienced in other countries. What I read about other areas than sport and football is the staff, you have quality before quantity. And that's really important for me. Maybe, I don't know, smaller countries or small countries like Iceland have equal few people in the staff, but we have very few people if you compare with other countries. Some countries have on 23, 24, 25 players, they can come with 30, 40 staff members. But this is the staff members we have. We have a media officer, a secretary, a team manager, a kit manager. We have 2 more coaches besides me, and we have a team scout. He is checking always the match played that are the next opponent we are playing against. And then we have a fantastic medical team. Only 1 doctor is with us every time, so they change Goite and Sveinbjörn, and then we have 2 team physios and then 1 masseur. So that's a rather small group. Easier for me to handle, because I want them also to take, we have a member of the staff also, an extra. I should put you in here, Torgrim. He's from the international committee, and he's with us every time, and he's doing a great job keeping everything together, and he has a really good relationship with the players, helping us a lot in that way. This is an old picture. I should have put that in. I'm sorry about that. Talking about team spirit, it's creating a positive atmosphere. That's not happening by itself. Everybody have to take responsibility for that. I talked about if someone getting negative. So this is something also to remind them about. Keep a smile on your face. Much better to do that all the time. So I think that is really important. We do a lot about that with 1 player wins no matches, which I also to do something rather often when we have, for instance, the last team meeting before a match. We try to show them something that we can have as a trigger, or maybe to widen their perspectives a little bit or something. So once we show them, don't have time to show you this. If you like to see it, it's Only Boys Allowed. You can find it on YouTube. 130 boys from not so good circumstances doing well. But team spirit is important. And team spirit, I think, it's built on discipline. If you don't have discipline, you can't get a group working well together. So, for instance, on the pitch, no unnecessary yellow or red cards. And off the pitch, always behave as a professional. I will come back to more concrete. But talking about discipline and bad attitude, we played in the qualification for the World Cup against Slovenia at home. Lost 2-4, and what had happened then? Gylfi, our best players in the game before, we won in Albania 2-1. And when he scored the second goal, I don't know if you're football interested, but it was in the last minutes. He was so happy, he ran out to the corner, take off his shirt, and waved it, yellow card, second yellow card. He was suspended against Slovenia. That's something I can't expect, and Gylfi has heard that several times, that we can't get any unnecessary yellow cards, especially if we are from Iceland or Sweden, where we don't have so many good players. If a guy from Spain doing it, they can put up maybe 2 team equal. But this is a thing that is about discipline, that they always behave, because it's so small marginals and details that will decide if we can qualify or not. Also in that match, Slovenia took the lead after 11 minutes, and I talked about the signal system. And here you will see 3 coaches, how they looked when they scored 1-0 Slovenia. I can't say this is a positive language, positive signals. If we have that attitude, I can't put demands on the players. So I don't understand why we look like that when they scored 1-0, but we were probably a little bit disappointed. But I don't think maybe the players notice it. But I mean, think about this, how you behave yourself. I think we look ourselves in the mirror too little all the time. I don't know if you are interested if this is working. No, when I saved it to this one other one. This is
Oh, maybe. No, it doesn't work. I can show it if we have time, as I only had 25 minutes. It's only 90 seconds when we play Norway, what attitude is to make it concrete. The players have seen this many times when we want to trigger them in some way. Because here they played 90 seconds of football that you very, very seldom see. How they run. You know, in football, do you know how many seconds a football player has the ball? It's played in 90 minutes if you're not interested in football. There are 22 players on the pitch. How many seconds do you think a player has the ball? Today on international level, it's between 30 and 45 seconds. So 89 minutes of the football match is about running, moving. And the players don't like to hear that, because of course they want to have the ball. But that is football. So it's so important, this attitude, will to run. So if they don't realize that themselves, that's fact that they have to accept. And the more they work, but these guys are really good on that most of the time. And they did it really good there. But I'm sorry I can't show it to you. We have to copy it over to this from my computer, and it didn't work, obviously. Some key points football. I think in life also, that sometimes we forget to repeat what we are good at. And the coach that I learned a lot about from back in the 70s, he told me that what you want the players to do, you have to repeat at least 2-3 times every week, because otherwise they forgot. Football is so complicated with 22 players, referee, it's so many decision making all the time. So especially for the national team also, we have to repeat a lot, as the players come from clubs that play in different ways and things. So a lot they think they're doing is doing with an autonomous nerve system. So we have to practice, but it's important in a club also. But also try to develop. I also have learned, when you come to this with so many players inside, that try to develop in small steps. The first finals I went to with Sweden, we had a fantastic qualification. We won all the games in the qualification except one. We had a draw against England. But we have scored 10 goals and only let in 1 goal in 8 matches. So we decided together with the players, so for 3.5 weeks, we had decided that we should really work to try to develop so we could score more goals. But I think we did it too much. So when we came to the first finals, we had 1 draw and 2 losses. And the whole analysis that we had is, and I learned from that, if you try to develop, do it in small steps. If you take 2 big steps, a lot of people will not be with you in that. So I think, I also very often say, be ambitious, but not over-ambitious. This, I think, is important when you build a team. You have to look into what individual skills you have. All players are, not all, but players are different. I mean, if you compare a defender like Kari Arnason with Gylfi, for instance, or with Johan Berg, they have different skills. And when I talked about balance, I think this is one of the most interesting things being a football coach, is to find the balance where you have the individual skills. So it's not sure that you have the best players on the whatever the best player is on the starting 11. I don't know how close you follow football. To give you an example, last season when Alfred scored the most goals in the Dutch league, and he wasn't a starting player in the national team. We took in Dade, the young guy who plays in Norway. But this is to balance the team all the time, to find the individual skills. And even if I believe we always try to play our own way of playing all the time. But you also have to take in consideration when you pick the team, how strong is the other team? What individual skills do they have? So that's really, I think, one of the most interesting things. As we said to the players also, I think it's better to concentrate what we can be best on. I mean, if you look upon individual skills, Iceland or Sweden can never have the best players, at least not as long as I live. That's maybe not so many years, so it wasn't a big risk to say that. But where we can be the best, there we should be at.
And what we have worked a lot about, what the player have done really, really well. I would say that Iceland is one of the best organized national teams today. They know exactly how we want to play. They know their role in the team and everything. And they responded really, really good in that. It's really easy to work with these players. So a big hand to the clubs, and I think it's also from the whole society of Iceland. You take responsibility. You're used to take care of yourself. We can have the best teamwork, team spirit. And also what is more important is to get every player to understand his role, but also to understand the other player's role. The better they know each other, the better they can cooperate, the bigger chance we have to win. If we can eliminate as much decision making as possible so they can do it just from the autonomous nerve system, the better it is for us. Then of course they themselves take all the decision on the pitch. To show you a little bit about individual skills, when we played Holland, you can discuss who is the best player, but one more neutral thing to value players, I think, is to see which clubs are they playing in. Because the best players with all the money, it's sick, by the way, in my opinion, that it's so much money into football today. If I have longer time, I can talk a lot about that. But if you compare it with Holland, for instance, most of that team played in Champions League clubs and things like that. And if our player had the individual skills, technical skills, maybe speed and things like that. But here you can see we have a goalkeeper from Norway, we have 2 fullbacks from Denmark, we have 1 player from 2nd division in England, Kari, and we have 1 from a good club in Russia, Krasnodar, Ragnar. And then we had Emil in Verona, Gylfi in Swansea, Kolbein in Ajax. That's what we can say, rather good clubs. But that was I talked about. This is so interesting with football that, I mean, it's not a big difference between them and some of the other players. But it is a difference. But as I said, if we can be better in these areas, we can beat still any team, and if we have the spirit, the attitude all the time. So that is really important. To show you some examples, I already said it. Football is a lot of research done on this. It's really high energy. Working these 90 minutes is really, really tough. So they have to be professional, rest, eating, things like that all the time. And as I said, they take about 12,000, normally they take about 12,000 steps during a game. If every step in average is 1 meter, and they move around 12 kilometers in a match. We had said to them sometimes as a trigger, we should take 15,000 steps. Because as I said before, if you have a will to run, football is a kind of a running sport. The more you move, the bigger chance we have to win. Another fact is, all this 1v1 situation in a game, it's maybe a couple of, could be over 1,000 1v1 situation. It's a lot of statistics in football that shows if you win most 1v1 situation, your chance to win the match is around 70%. If you win most 1v1. And that's one thing also with own responsibility. That's something that we talk with the players when we train it. Every time we train, if someone loses 1v1, we try to tease him a little bit, or we tell them every time you lose, you should be, excuse the expression, pissed off because you lost 1v1. It's so much up here. It's so much about attitude. And as I said before, you have not the ball more than maximum 45 seconds. So looking at this, I think that it's better to try to be best in the areas where you can be best. I don't know if it's 6 out of 10 or whatever. But I think it's better to really try to focus where we can be the best, and especially in a team sport. But I think also in any company or whatever, use the skills of all the people working there and really try to find the way where you can be the best. It's tough competition, whatever you do in today's society, I think. Another thing that I found interesting with statistics only, as I said before, as it is so difficult to score goals in football. So if you keep a clean sheet, you don't let the other team score goals. At first you have at least 1 point. And if you score 1 goal, you have 3 points. If you start letting in a lot of goals, you can look upon any league table that
normally, not every time, but normally the top teams are not letting in many goals. And when I talked about that in Sweden, as they say still, that I was a really defensive coach. I only looked upon the defensive part, but that's definitely not true. We put much more time into to prepare us for the attacking part of the game. But it's much easier to defend if you are well organized. And as you can see, the results that we have done, so if we keep 3 clean sheets that we did in the beginning of this qualification, we had 3 wins also. And we scored a lot of goals at the same time, so that's really, really nice. So talking about attitude again, what is it about when we're winning? Is it luck? Is it because we hit the bar and the post? Is it organization tactics versus individual skills? Attitude, concentration. So what is important for me is focus on yourself and what you can do. If you start blaming others, I can hear some coaches saying that, yeah, they played only defensive football, it's not possible to play this team. So what? The other team can play any way they like. Be better than them and beat them. So don't start blaming other things or whatever around it, because then you don't win anything. And this with attitude, I would like to describe to you what can happen in a group like this. This is Mayen Heimer's analysis, I think. As you know, we played now the 2 last qualification against Holland and Czech. And when we met Holland, to just show you that it was 550 in odds that we should beat Holland, and they only had 165 if they won. And then it's easy to motivate players. The attitude there is that we are not better than them. You can feel it in the group, but as we said, we know that we still can beat them. So what we said there was just let the feet do your talking. Don't bother if they say they are better or the media say it or whoever say it. We shall show them that we can beat them. So let us do. But what happened against Czech when we lost 2-1? First of all, if you look back, it's gone rather quickly when we got from the FIFA ranking 103 in the world in February 12. And the best we were in October was 28. Now we're 33. But before we played Czech, this is the long story. So it's always a risk, in my experience, that when it's going well, people start to get maybe a little bit less focused 100%. We will fix it anyway. I don't know if that was the reason for Czech. But when you can feel that in a group, they get passive. And that, I think, was what was happened against the Czech. The attitude, what I call concentration, ambition, smart discipline, max working, performance, taking initiatives. We get a little bit passive instead. And I think that happens if you think maybe that we are better than we are. We show them this also. And we always, when we go to matches like this, when we have a good run, 3 wins in a row, it's easy. So remember, we had a bad game, first qualification, we beat Norway at home, first game, went down to Cyprus, lost 1-0. So this keep on winning, I think, is a challenge as a leader to keep them going all the time. So self-confidence and winning attitude is important, but never underestimate anything. We found this that I think is rather pretty. It's a legendary 2 managers sitting there. We didn't underestimate them. They were a lot better than we thought. Then we haven't done the work as players and staff. So as I said, don't blame others, take own responsibilities. And to finish up now, am I keeping the time, Björk? Am I good? Yeah, sorry. I think you have to try to be concrete, and this is also something that we show the player and talk about. You have always to give 100%. To minimize mistakes is really, really important, I think, because it's so much decision-making. If you analyze football, of course it's a lot of goals scored because they're doing well, the team that attack, but normally it's some kind of mistakes involved from the defending team, or when you lose the ball. So, as I said to you, you have so much time without the ball when it's difficult to be focused, concentrated all the time. So minimize mistakes as much. For me, attitude is to be professional, to give 100%. As I said, it's a lot of energy for these guys.
They can't be out drinking, they can't be out partying too much. Of course they have to live like people, like most people, but when we are together with the national team, it's focused on that. We represent Iceland, we would like to qualify for the finals, and they really responded well on these things also, I would say. Training, the same thing. As a coach, you can't go and whip them and tell them every time what to do. They have to take that responsibility themselves. If they don't give everything in every training, they will go to the finals in France. Team meetings. It's easy to be overambitious as a leader. I don't know how about you feel about that, but Heimir and I said we have a goal that we should never be more than 30-35 minutes with the players, in theory, because you probably start losing interest now in me also, because I'm close to 30 minutes now. So, but that's important, I think. But they should try to get them involved. They are not talking much, these Icelandic players, even if we ask them, but don't be too long. Matches is, of course, that. And as I said now, always focus on ourselves, on yourself. Make it 100%. Skip everything else when we are together. And that I have said before. So many thanks for your time. It's been a pleasure to be in Iceland, both here and with the national team. I probably have my best years as a coach with the Icelandic team. It's been really nice working here. If it's any question, I'm prepared to answer them, but I suppose you don't have time. Or... Yeah, I can do that. Great. That would be great. Shall we take this away? Do that. So you can talk, and maybe I can fix it. You never know. And the mic. Wonderful. Thank you. I want to thank you, Lars, for a very entertaining and interesting talk with many great pointers that I know that even those of us that are not interested, those of you that are not interested in football can use in your day-to-day businesses. Lars just told me that he will be here during our coffee break, so if there are any questions or anything that you want to discuss with him, he's yours then. But over to Icelandic again. Það sem sagt mjög við hæfi eftir áhugavert erindi hér að hlýða á Helgu Valfells sem framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. Hún ætlar að ræða frumkvöðla í forystu en Nýsköpunarsjóður fjárfestir einmitt í nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum sem menn almennt vænta mikils af og það verður áhugavert að heyra meira það. Aðeins nokkur orð Helgu. Hún lauk BA-prófi í hagfræði og enskum bókmenntum frá Harvard University árið 1988 og 6 árum síðar MBA-prófi frá London Business School. Hún hefur unnið hjá Estée Lauder í Bretlandi, Merrill Lynch International, Evrópu og útflutningsráði Íslands. Hún hefur jafnframt verið sjálfstætt starfandi ráðgjafi og var aðstoðarmaður Gylfa Magnússonar, viðskiptaráðherra. Helga hóf síðan störf hjá Nýsköpunarsjóði í ágúst 2009 og var ráðin framkvæmdastjóri sjóðsins í mars 2010. Gjörðu svo vel, Helga. Þú ert hérna. Svo, ég með þig hérna einhvers staðar. Þetta allt undir kontról. Eða var undir kontról. Þetta sé aldrei á tindinni. Já, ég kemur alltaf með nokkuð. Nei, þetta var komið inn. Stáður reyna. Hvaða drif var það? Þetta á desktopnum. Þá þetta allt í góða. Þá það hérna og þú varst þessi. Og svona. Já, takk fyrir og gaman að fara að vera með ykkur hér í dag og erfitt að ef þetta leiðinlegasti maður Svíþjóð sko, þá hvernig annað fólk í Svíþjóð, þannig að erfitt að fylgja honum eftir. En mér langaði svona bara aðeins að byrja að segja ykkur frá Nýsköpunarsjóð, því ég veit ekki hvort að þekkja hann allir. Sem sagt, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins hóf starfsemi 1998 og var stofnfé sjóðsins 4 milljarðar króna og þetta í raun og veru fjármagn sem kom þegar iðnlánasjóður og fiskveiðisjóður sem voru hérna 2 stóri sjóður voru sameinaðir. Það var búið til fjárfestingabanki atvinnulífsins sem síðan munstraðist inn í Íslandsbanka og Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins og Nýsköpunarsjóður átti að styðja við ný fyrirtæki sem ætlaði að verða stór.
Við erum með mjög skýra fjárfestingarstefnu, við fjárfestum fyrir 20 upp í svona 200 milljónir króna í fyrirtækjum, við fáum hlutabréf í fyrirtækjunum, við tökum virkt sæti í stjórn fyrirtækjana, við vinnum mjög náið með fyrirtækjunum og eigum yfirleitt í þeim, styðsta fjárfestingin okkar hefur verið svona ár og lengstu fjárfestingarnar eru orðnar 15 ára gamlar, þannig og við miðum náttúrulega af því að selja allt okkar hlutafé með hagnaði þegar við förum út úr fyrirtækjum, en það gengur ekki allt eftir vegna þess að við erum áhættufjárfestar og fjárfesting í nýsköpun er áhættusöm, en við höfum náð að selja okkur út úr svona 20 fyrirtækjum með hagnaði og það eru þessi fyrirtæki sem þýða það að við erum að byggja upp sjóðinn, efla sjóðinn, þannig að við getum haldið áfram að fjárfesta. Og nýsköpunarsjóður er sjálfstæður sjóður í eigu ríkisins, en við erum ekki á fjárlögum, þannig að við verðum að vera sjálfbær og sjá til þess að við högnumst á okkar fjárfestingum svo við getum haldið áfram að fjárfesta. Og flestu fyrirtæki sem við fjárfestum í, þetta eru sem sagt tæknifyrirtæki, heilbrigðistækni eða upplýsingatækni sem stefna á alþjóðlegan vöxt. En við höfum líka fjárfest í öðrum fyrirtækjum eins og til dæmis Nikita og Ylvas fyrirtæki og öðrum fyrirtækjum ef við horfum á þau og sjáum að við getum hagnast á þau. Og bara svona aðeins sjóðum, frá upphafi höfum fjárfest í 149 fyrirtækjum og þá kom ég reyndar óvart þegar við fórum að taka þessa tölfræði saman að 72 þessara fyrirtæki eru ennþá starfandi. Þóttu við ekki náðu að hagnast á þeim öllum þá eru þau ennþá starfandi og eru ennþá og 80% af útflutningstekjum þessara fyrirtækja tekjum þessara fyrirtækja sem eru ennþá starfandi eru útflutningstekjur og við höfum tekið þátt í fyrirtækjum náttúrulega eins og Íslenskri erfðagreiningu held ég að við erum fyrsti stofnandan fjárfestin þarinn og Bláa lóninu, öðrum fyrirtækjum sem eru starfa verið í dag eins og Primex og Hafmynd sem eru góð fyrirtækin, kannski minna þekkt en Bláa lónu og Íslensk erfðagreining. Í dag eigum við 34 fyrirtækjum. Þessi fyrirtæki sem við eigum í eru samanlagt með 5 milljarða í tekjur og það skal tekið fram líka að þessi 34 fyrirtæki eru ekkert allt komið með tekjur því mörg þeirra eru ennþá að vinna vöruþróun og bara undirbúa það að koma sinni vöru á markað og hjá þessum fyrirtækjum sem við erum í dag þá eru 450 starfsmenn þannig að versta fjármálaráðherra er farin en bara bendunum á það að nýsköpun hún býr til gjaldeyristekjur, hún skapar störf og og eykur hagvöxt. En ég ætlaði svona aðalega til þetta er eignasafnið okkar að tala það þegar við erum að horfa á fjárfestingar þá hvernig við erum að meta þær út frá þeim einstaklingum sem stofna þessi fyrirtæki. Því yfirleitt svona á típisku ári þá fáum við 100 ný erindi, fljóta segja nei við svona cirka 50 frá frekari umfjöllun í fjárfestingaráði sjóðsins, 20 fara kannski frekari greiningu og eins og í fyrra þá fórum við í 2 ný fyrirtæki og svo fjárfestum í 8 fyrirtækjum vorum með framhaldsfjárfestingar í 8 fyrirtækjum sem við áttum þegar í. Þannig að við erum kannski á þessum 100 nýju erindum þá erum við bara að fjárfesta í 2%. Þannig að við þurfum að vera með mjög svona mikla síu á þessi fyrirtæki og þegar við erum að skoða fyrirtækin þá skorum við vöruna og markaðinn og vaxta möguleika viðkomandi fyrirtækis við líka og horfum á arðsemina, verðum að fara inn í fjárfestingar með þeirri trú að við getum hagnast á henni og líka hvernig við ætlum að selja okkur út úr fyrirtækinu þegar það kemur eftir 5-10 ár. En mikilvægasta sem við skoðum því að varan og markaðinn og vaxtamöguleikan og arðsemin og útgangandi getur allt verið mjög flott, er teymið. Hvernig er þetta teymið framsett? Hver er framkvæmd að geta þessa teymis? Við margir með góða hugmyndir, en geta þið komið inn í framkvæmd. Hver er reynsla þessa teymis? Hefur það reynsla á því sviði sem það er að fara vinni og líka aftur, hver er samsetning teymisins? Og þetta var mjög gaman að heyra Lars Lögubekk segja á áðan það að þetta er samsetningin. Þú getur með 3 síðan í forritara, en ef það er enginn sem kann að selja forritið eða kann að reka fyrirtækið, að þá gagnar það lítið, en það eigum við nokkur svona fyrirtæki sem eru alltaf að þróa eitthvað en ná aldrei að selja neitt. En og þetta er svona fólki sem við höfum verið að fjárfesta í, við horfum mjög mikið til þess og við erum að fjárfesta í frumkvöðum. Og við erum að fjárfesta í fólki og þetta er ótakmörkuð auðlind held ég, þetta er að fjárfesta í framkvæmdagetu fólks og mjög gaman að gera það. En þá hugsaum að hvað er frumkvöðull og hérna er ég með mynd af Steve-unum tveimur, Steve Wozniak og Steve Jobs og þeir sem hafa lesið ævisögu Steve Jobs sjá það að hann var ekki uppfinningamaður en hann var mjög mikill frumkvöðull. Og eitt af því sem Apple er frægast fyrir að hafa fundið upp músina. En Apple fann ekki upp músina, hún var búin til einhverju rannsóknarstofu hjá Xerox. Þeir bara komin aldrei í verð. Og Steve Wozniak sem var reyndar mjög góður, mikill tæknimaður og þróari og Steve Jobs til samans, þeir voru frumkvöðlar vegna þess að þeir náðu að stofna fyrirtæki í kringum hugmyndir og eins og við horfum á frumkvöðla þá er þetta fólki sem næra að búa til fyrirtæki í kringum hugmyndir þegar líka ofta við erum að fjárfesta í fyrirtækjum og svo kemur einhver sem ég átti nú þessa hugmynd fyrir 10 árum og maður segir en þú komst inn ekki framkvæmt
Þannig að þetta allt framkvæmdagetu og hverjir geta búið til fyrirtæki úr góðum hugmyndum. Þannig að uppfinningamenn eru nauðsynlegir, en frumkvöðlarnir sem við erum að fjárfesta í eru þeir sem stofna fyrirtæki. Og oft vinna frumkvöðlar og uppfinningamenn mjög náið saman og margir frumkvöðlar eru líka uppfinningamenn. Og eitt frægur frumkvöðl sem Reid Hoffman sem stofnandi LinkedIn, hann sagði að stofna fyrirtæki eins og stökkva fram á bjargbrún og svo þurfa að setja saman flugvél á leiðinni niður sem að komast upp aftur. Og ég held að sé mikið til í þessu. Og til þess að fá fólk með þér fram á bjargbrúnni, þá þarf það að vera mikill leiðtogi. Og þegar við erum að fara inn í fyrirtæki, þá erum við skoðum tæknina, en við erum líka að horfa á leiðtogann í hópnum. Hver ætlar að koma þessu fyrirtæki áfram? Hver getur fengið fólk með sér til að hoppa fram á bjargi? Og yfirleitt þetta störf sem krefjast mikilla þekkingar, eru illa launuð og fólk horfir á það ætlar að vinna í fyrirtæki sem skemmtilegt að vinna hjá, með góðu fólki og það fær einhvern kauprétt í fyrirtækinu sem gæti orðið einhvers virði einhver tíma. Þannig að leiðtoginn verður að fá fólki með sér og það verður að trúa það að þessi tími þessa fólks vel varið og það að búa til verðmæti, það að leysa eitthvað tækni eða vísindalega áskorun sem mun bæði bæta heiminn og mögulega að gera alla efnaðri. En þetta mikil áhætta. Og líka þá verður leiðtoginn að hafa þekkinga því að ráða rétta fólki með sér, hafa réttu verkfræðingana og sölufólkið og stjórnenduna þannig að það sé hægt að smíða þessa flugvél til að komast upp aftur. Þannig að þetta mjög mikil áskorun og þegar maður lesum svona leiðtogahæfileika þá les maður fullt af hlutum og við lesum mjög mikið hjá Nýsköpunarsjóð og það bók sem heitir The Hard Things About Hard Things sem skrifað af frægum frumkvöðli og fjárfesti sem við látum alla þá sem við fjárfestum í fá því þetta svona dæmisögur hversu ofboðslega erfitt að stofna fyrirtæki en hversu gefandi og gaman það líka og maður les þessi fræði og það þarf að vera leiðtoginn í nýsköpunarfyrirtæki, hann þarf að vera sveigjanlegur því hann þarf að geta, ef markaðsaðstöður breyta þá þarf hann að geta breytt því sem fyrirtæki að fara en hann þarf líka að hafa þessa þrautseigju og staðfestu og þrjósku til að slá í gegn, hann þarf að vera hógvær þannig ef eitthvað gengur illa þá getur hann sagt já fyrirgefið, ég gerði mistök og ef eitthvað gengur vel að geta deilt árangurinn með teyminu sínu, hann þarf að hafa sjálfstraust á sama skapi líka til að trúa því að hann nái þessum árangri, hann þarf að hafa framtíðarsýn, hins vegar hann líka hafa fókusun og geta hort á hverja einustu áskorun og hvort það sé ljósritunarvélin biluð eða einhver óanægður viðskiptavinur og geta fókusera á litlu vandamáli en alltaf vera að horfa hvar hann ætlar að vera eftir 5-10 ár. Og hann þarf að vera félagslyndur til að fá aðra með sér, vera með svona karisma, en hann þarf líka að vera sjálfur sér nægur og geta reitt á sjálfan sig því oft ef þú ert leiðtoginn í litlu nýsköpunarfyrirtæki sem engin þekki nema þú og starfsmenn þínir, þá oft fáið sem þú getur talað við og deilt áhyggjum þínu með. En ég held að það er mikilvægast og ég held að hinn fullkomni leiðtogi ekki til, en það er mjög mikilvægt að leiðtoginn þekki sjálfan sig. Þannig að hann veit hvaða kostum hann gætur, þannig að hann fái aðra leiðtogi lið með sér til þess að hjálpa sér í þessu og það frægur kennari við Harvard Business School sem heitir Noam Wasserman sem búin að skilgreina hvernig svona teymi eiga að vera sem stofna fyrirtæki og nú meira sér búið til próf og ungu frumkvöðl sem var í tíma hjá Noam Wasserman sem búin að búa til eitthvað próf sem reyndar byggir á sömu aðferðafræði og nota í svona dating websites eða hjónabands miðlurum þannig að og það hægt að taka þetta próf og þá getur þú séð bara hvernig þú og þitt stofnanda teymi hvernig þið náið að vinna saman og svolítið gaman að þessu og þegar við erum að skoða fyrirtæki þá erum við yfirleitt að leita og mjög algengt að það koma 3 leiðtogar til okkar. Þetta ekki svona einn maður með eina hugmynd sem ætlar að gera allt. Þetta yfirleitt einhver svona strategísku leiðtogi sem skilur markaðinn með stóru sýnina, það vísindalegu leiðtogi sem sá sem skilur tæknina og kann leiða vöruþróunina og svo yfirleitt einhver leiðtogi í framkvæmdamálum sem bara passa það að hvernig á fjármagna fyrirtækið, allir fá launin sín og í raun og veru yfirleitt svona lykil manneskja í teyminu. Og þannig að stofnendurnir eru yfirleitt þessi 3 leiðtogar og mér langaði svona að gefa ykkur dæmisögur af þessum leiðtogum sem við erum að vinna með af því að fjármálaráðherra kom nú inn á menntamál áðan
þá erum við í fyrirtækinu Infomentor sem fyrirtæki sem auðveldar kennurum lífið. Þetta hugbúnaður aðalega hannaður fyrir kennara sem þýðir það að kennara þurfa að eyða minni tíma í það utanumhald og hafi meiri tíma til að kenna börnum eins og kennarar eiga að vera að gera. Og hugsjónamanneskjan bak við þetta fyrirtæki Vilborg Einarsdóttir og hérna mynd af henni held í Melaskóla og hún hugsar mjög strategískt. Vilborg menntaður kennari og fór síðan í mastersnám í stefnumótun í háskólanum og var með fyrirtæki á Íslandi sem bara frá árinu 2000 til 2007 sem var bara að vinna fyrir íslensk skólakerfi, svo sáum það að þarna væri tækifæri í Evrópu. Og Vilborg byrjaði á því að horfa til Svíþjóðar og fyrirtæki Infomentor orðið leiðandi og með 25% markaðsdeild á sænska markaðnum sem mjög framalega í allir svona menntatækni, fékk þar með sér mann sem ofboðslega góður í marketing og branding eða markaðsmálum og sölu líka sem heitir Mats Rosenqvist og saman eru þau leiðtægar Infomentor. Þannig að við sjáum hérna á Íslandi sjáum alltaf Vilborgu. En Mats ekki síður mikilvægur vegna þess að hann markas- og sölumaður. Vilborg hugsar strategíuna, hvernig menntakerfi að breytast og hvernig menntinu og hvernig kennarar vinna að breytast. En Mats hugsar hvernig á að selja og koma svo markað og saman hafa Mats og Vilborg farið núna til Þýskalands og Bretlands og að koma vöruna á framfæri þar og það gengur mjög vel og Sviss. Búin að fá allt Basel hér í Sviss, en þarna sér maður að þarna byrjar einst manneskja sem hugsa strategist en fær með sér aðra leiðtoga og það er mjög gaman að vinna með þeim og var nýkomin að sýningu með þeim þar sem voru á sölusýningu í Bretlandi og þá var sölu- og markaðsleiðtoginn í sínu mikla hlutverki og Vilborg svona dróð sig í hlé. Svo öðrum fundum þar sem við erum að tala við kannski við fjárfesta eða væntanlega samstarfsaðila þá stígur Vilborg fram, þannig að það er mjög gaman að sjá hvernig maður getur haft svona leiðtoga teymi. Annar leiðtogi kannski framkvæmda leiðtogin. Hér mynd af hjónunum Ívari og Maríu og María Rúnarsdóttir fékk nýlega verðlaun FKA og hún einn af 3 stofnendum fyrirtækisins Mint Solutions og Mint Solutions með nýja tækni sem hjálpar að greina lyf inn á spítölum. Byltingakennd tækni, fyrirtækinu hefur mikil áhætta, þetta ný tækni á nýja markað og að breyta því hvernig spítalar sem eru stofnanir vinna en getur aukið lyfjaöryggi og sparað peninga fyrir spítala. Og María með MBA-próf frá MIT og Ívar maðurinn hennar átti hugmyndina á tækninni, hann svona vísindamaður, læknir, tölvunarfræðingur og var bara svona að ræða þetta heim í stofu. Og María sko framkvæmdar kona og sagði þetta frábært, skrifa viðskiptaáætlun, fer og finnur fjármagn og maður finnur það að ég hef aldrei lent í öðrum eins samningsviðræðum eins og við þessa konu, var mjög ákveðin en var mjög gaman þegar við vorum að fjárfesta í þessu fyrirtæki, boltinn stoppaði aldrei hjá þessu fyrirtæki, þau skiluðu alltaf sína leið, það mjög sterkur vinnuandi í þessu fyrirtæki og það bara vegna þess að María sem lengi var stjórnarformaður fyrirtækisins, hún vann svo mikið sjálf að hún fékk alla með sér og þetta fyrirtæki núna búin að fá inn 2 erlenda sjóði, það hollensku sjóður og fransku sjóður sem komið með 700 milljónir króna og fjárfesti í fyrirtækinu fyrra. Fyrirtækinu gengur mjög vel í Hollandi og Bretlandi og verður gaman að fylgjast með þessu fyrirtæki en þetta byggir á þessu miklu framkvæmdagleði sem einmannski kom með, fékk svo með sér mannin sinn, tæknimannin og svo þriðji frumkvöðullinn sem sölu- og markaðsmaður og staðsettur út í Hollandi og þess vegna var hann ekki með á myndinni. Og síðan það vísindaleiðtoginn og hérna mynd af Einari Stefánsinni og Árna Þór Árnasyni sem kannski mörg ykkar í samtökum atvinnurekanda þekkir því hann var atvinnurekandi til margar ára. Einar mjög skemmtilegur frumkvöðull því hann svo hugmyndaríkur og hann yfirlæknir og eins og ég sjáðu, hann augnlæknir og yfirlæknir á Landspítalanum, hann háskólaprófessor og hann ekkert að hætti þeim störfum þótt hann stofni fyrirtæki. Hann hefur fengið ýmsar hugmyndir og við höfum tekið þátt í að fjárfesta í fyrirtæki sem heitir Oximap, það sem með nýja leið til að taka myndir af augnbotnum og þetta svona byltingakennd aðferðafræði að taka myndir af augnbotnum og getur hjálpað í ýmsum augnsjúkdómum. En hann hættir ekki sinni vinnu, hann heldur áfram sem háskólaprófessor og yfirlæknir en hann hefur svona komið með vísindalegt innsæi sem hefur hjálpað að koma fyrirtækinu áfram. Hann á sæti í stjórn fyrirtækisins, hann fer á ráðstefnur, fær aðra vísindamenn til að prófa tæknina og hefur náð
og birta mjög marga greinar tæknina og greinarnar hjálpa svona fyrirtækjum mjög mikið í markasetningunni og við náðum að fá mjög þekkta augnlækna sem talsmenn þessa fyrirtækis og fyrirtæki gengur mjög vel. En Einar hafði líka vita því að fá Árna með sér í lið og Árni þá sem hefur pakkað þessu fyrirtæki og gert þessari hugmynd inn í fyrirtæki og Árni var lengi vel í hálfu starfi hjá Oximap og passaði upp á að fyrirtæki ræki sér sem fyrirtæki en væri ekki bara vísindahugmynd. Þannig að þarna eru 2 leiðtogar, annar sem horfir á fyrirtækjahliðina og hinn sem horfir á vísindahliðina og báðir njóta mikilla virðingar innan fyrirtækisins. Þannig að þetta eru kannski svona þær tegundar leiðtogar sem við erum að horfa til. Og svo ég vitni nú aftur í Noam Wasserman, þannig að fræga Harvard-prófessor sem hefur skoðað mikið hvernig frumkvöðlar hegða sér og búin að vinna margar rannsóknir að þá talar hann eitthvað sem heitir Founders Dilemma og frumkvöðlar þurfa stundum að gera uppfyrst, allir frumkvöðlar margir vilja verða ríkir og líka fá að ráða öllu yfir sínu fyrirtæki því margir fara að stofna fyrirtækja fyrir þeir ætla að fá að ráða öllu, hafa alltaf unni hjá einhverjum öðrum og nú ætla að ráða öllu. En það sést á niðurstöðum Noam Wasserman að þeir sem sækjast bara eftir valdi verða sjaldnast ríkir og því meira sem voru tilbúin að deila valdi, því meiri efnahagslegan árangur nærðu. Og það þannig að fólk þegar stofna fyrirtæki þarf að horfa til þess hvar vil ég vera og það engin ein leið í þessu og stundum þetta kalla viltu vera ríkur eða viltu vera kóngur. Sumir eins og Steve Jobs náði endanlega að vera ríkir kóngar, ég held að hann hafi ráðið mjög mikið innan Apple og efnaðist mjög vel á því og þarna lengst upp í horni. En flestir svona frumkvöðlar sem við horfum til sem hafa náð miklum árangri, þeir deila valdi og eru þá það sem ríkidæmi og kannski frægasta dæmi í okkur í Íslandi Össur Kristinsson stofnandi Össura, hann með heilt stæðsta og flottasta stóðtækjafyrirtæki á Íslandi heitir Össur en hann ekki lengur kannski eins tengdu fyrirtækinu og hann var í upphafi en innan fyrirtækisins þá litið mjög mikið upp til hans og hann áttaði sig snemma á því að hann frábær uppfinningamaður, vöruþróunamaður og var í þeim hlutverkina fyrirtækisins og fékk þá Jón Sigurðsson og aðra flotta framkvæmdastjóra til að byggja viðskiptahliðina upp. En ég finn þá, ég vinn nú með 2 fyrrverandi starfsmönnum Össurar að hann nýtur mikilla virðingar og þetta nefnilega eitt af því sem við lendum oft í að eiga þetta samtal við fólk sem stofna fyrirtæki að þegar þú ert ekkert endilega rétti framkvæmdastjórinn og fólki finnst við vera að taka eitthvað af því en yfirleitt maður að gefa fólki sveigjanleika til að vera leiðtogi á því sviði sem það best í og ef maður horfir svona á frumkvöðlateymi, frumkvöðlateymi Google og það Larry Page, Sergey Brin og George Smith og Sergey Brin, þessi 2 ungu menn, þeir stofnuðu Google, Larry Page og Sergey Brin en þegar fyrstu fjárfestarnir kom inn sagði þið hefðu aldrei rekið fyrirtæki vil ekki fá reyndan aðila með ykkur og saman voru þessi 3 aðilar sem náðu að láta Google vaksa og dafna en núna síðan hætti George sem þarna í miðjunni og Larry Page tók við sem stjórnandi fyrirtækisins af því þá var hann búinn að þroska og læra af sínum eldri mentor og núna sem sagt framkvæmdastjóri fyrirtækisins og eitt af því sem maður sér mjög mikið eru þessi teymi sem koma til okkar stundum þetta vinir, stundum þetta skólafélaga fólk sem hefur verið saman í mjög algengt 3 strákar saman í verkfræðinni og gaman ef það ein kona með eða eitthvað svoleiðis og það alveg svona sérstakur bónus. Það geta náttúrulega verið ættingjar, mjög oft það hjón stundum sem koma til okkar með fyrirtæki og svo það vinnufélagar. Og allir þessir hópar geta stofnað fyrirtæki en hins vegar sína rannsóknir að bestu teymin eru stofnað fyrir vinnufélagum. Því þá þetta yfirleitt fólk sem með ólíka hæfileika og sem hefur unnið saman áður, sér það að þau hafa svona eitthvað fram að bjóða og þú ferð ekki að stofna fyrirtæki með vinnufélaga sem var að gera nákvæmlega sami vinnu og þú yfirleitt finnur einhvern sem hefur eitthvað sem vegur upp á móti. Þetta líka fólk sem vant að vinna faglega saman og þetta fólk kannski líka sem auðvitað með að funda erfiða hluti, oft eiga vinir, þú getur átt góða vinir, það ofta erfitt að tala hvernig á að skipta hlutafénu og annað slíkt
skólafélagar, oft þetta það mjög einhæft teymi, við vorum allir saman í tölvunarfræðinni og þá vantar svona fjölbreytileiki í teymið. Ættingjar, ég nú sjálf alin upp í fjölskyldufyrirtæki, ég veit að það ofboðslega gaman að mæta í fjölskyldubú og allir fara að tala fyrirtækið. Og hjón, hvað gerist ef að hjón skilja? Þannig að vinnufélagar og ekki mynda yfirleitt bestu teymin og innan þessa vinnufélaga hóps þá finnum maður yfirleitt einn leiðtoga. En vildi bara koma aftur inn á þetta að það líka svona ákveðið boðhlaup. Þú ert með kannski fyrirtækir oft með mismunandi, af því við erum alltaf að fylgjast með líftíma fyrirtækja, með mismunandi leiðtoga á mismunandi tíma. Og alveg eins og ég held að sé boðhlaup fjárfesta, þegar við erum að fjárfesta í fyrirtæki, þá þurfum við ekki alveg að vera með því alla ævi. Við kannski erum í fyrirtækjum fyrstu 5 árin. Og þá sem kannski góður stjórnandi og góður leiðtogi í fyrirtæki fyrstu 5 árin ekkert endilega sá sem góður stjórnandi eða leiðtogi þegar fyrirtæki orðið eldra. En áhrif stofnandans, alveg sama þótt að skiptum leiðtoga, þau alltaf mjög mikið. Eins og einn góður fjárfesti sagði, það mögulegt að ráða nýjan stjórnanda ef stjórnandi fer frá. En það aldrei hægt að ráða nýjan stofnanda. Þannig alveg eins og Össur Kristinsson skiptir Össur ennþá mjög miklu máli. Þá horfum við á þetta mjög mörg fyrirtæki sem við erum í að þótt að stofnandinn sé ekki framkvæmdastjórinn, þótt hann sé hættur að vinna hjá fyrirtækinu, þá hefur hann alltaf ofboðslega mikið áhrif innan fyrirtækisins. Stofnandinn sá sem bjóð til vinna, sem allir hinn að vinna í. Hann bjóð til tekjugrunnin af því sem fyrirtæki hefur tekjurnar af og þið væntanlega þekkið þetta mörg sem reki ykkar eigin fyrirtæki. Að það alveg sama hvaða starfstitil stofnandinn hefur. Áhrif hans óbúslega mikið og hann þarf líka að eins og Lars Löfberg kom inn á áðan hvaða skilaboð að senda. Hann þarf að senda réttu skilaboðin til fyrirtækisins. Því hvort sem hann vill það ekki, þá hefur hann alltaf ákveðin áhrif og hefur ákveðið leiðtogahlutverk í því fyrirtæki sem hann stofnaði. Og þetta var nú svona bara allt sem ég vildi segja. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir Helga, það var frábært að fá þetta erindi og ekki síst í kjölfarið á því sem að Lars var með áðan. Hann syns að einu niðurstöðunum að nýsköpunarsjóður myndi fjárfesta í Karlalandsliðs Lars, það ekki? Við erum farin að synga upp á tímann, töluvert og það alfarið mér að kenna. Ég bara mata svo að þetta væri of skemmtileg erindi til þess að það væri hægt að klippa aftan að þeim, en næsti fyrirlæsari búin að lofa að tala hratt. Það sem sagt komið að síðasta erindinu og Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri félagsins, ætlar að kynna okkur sjónarmið og sigra faldaaflsins sem verkefni sem að FA hleypti á stokkunum í september 2013. Þetta heiti yfir 12 tillögur að aðgerðum sem miða að því að bæta efnahags- og rekstrar umhverfi minni og meðalstórra fyrirtækja. Undir þá skilgreiningu falla 90% fyrirtækjum Íslands. Aðeins nokkur orðum fyrirlesaran. Ólafur lauk BA-prófi í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands árið 1992 og síðan MCS-prófi í alþjóðasamskiptum frá London School of Economics og Political Science 1994. Hann starfaði lengi sem blaðamaður á Morgunblaðinu og síðar forstöðumaður upplýsinga- og kynningamála hjá Símanum og forstöðumaður stefnumótunar og samskiptasviðs hjá Samtökum atvinnulífsins. Síðan síðustu aldamót tók við stanslaus ritstjóra tíð. Hann var aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins í 7 ár og næstu 7 árin þar á eftir var hann ritstjóri 24 stunda, Morgunblaðsins, Fréttablaðsins og annarra miðla 365. Ég held að sé engir fjölmiðlar eftir. Og síðan hefur hann starfað hjá FA frá haustinu 2014. Gjör svo vel. Svona og svona og svona, gjör svo vel. Takk. Þó hefur síðan orðin pínlítið segin, ætla ég nú á meðan ég hef athygli ykkar að nefna 3 atriði áður en ég kemur að efninu. Í fyrsta lagi þá þið ykkar sem að koma hérna á hverju ári, það hefur kannski tekið eftir því að það hefur ekki verið dreift hér neinni gljáprentaðri árskýrslu. Við erum með svolítið nýbreytni í því, árskýrslan eingöngu rafræn þetta árið, það þýðir ekki að það verið búið til PDF-skjal og sett á netið, hún svona undirvefur á nýja vefnum okkar, atvinnurekendur.is og margmiðlunin notuð þannig að þið getið skoðað þar sjónvarps- og útvarpsviðtöl og annað slíkt. Það eru tölvur hérna fram á bar þar sem þið getið skoðað skýrsluna og nýja vefinn sem að
dálítið líflegri en gamli vefurinn. Við erum orðin miklu duglegri að uppfæra hann, þannig að hann tekur mið af því að það alltaf eitthvað nýtt á forsíðunni, að minnstakosti 2 eða 3 í viku, og það líka stór breytingar núna lagar hann sig að öllum snjalltækjum. Það nú margir orðið sem að lesa vefinn aðalega á slíkum græjum. Þriðja atriði sem ég langaði að nefna að ástæðan fyrir þessu leiðtoga þema í erindinu hérna á fundinum, sem hafa verið frábær, og ég þakka þeim sem að komi hér á undan fyrir sitt innlegg alveg innilega, að við hjá Félagi atvinnurekenda höfum ákveðið að gera árið 2015 að ári leiðtogans. Okkur langar að vekja athygli á leiðtogum í atvinnulífinu, fólki sem að gera góða hluti, jafnvel svo lítið ber á, og ekki endilega í stærstu fyrirtækjunum, heldur líka í þeim minni og meðalstóru. Þannig við erum að setja á laggirnar dómnefnd sem mun reglulega yfir árið velja leiðtoga mánaðarins, og við munum efna til fleiri viðburðar sem tengjast þessu þema okkar. Og svo að sjálfsögðu allar ábendingar vel þegnar, þannig að þið hafið það í huga sem hér þegar þið viljið koma til okkar ábendingum einhvern sem þetta skilir að verða leiðtogi mánaðarins, þá erum við mjög opin fyrir þeim. En þá að efninu, sjónarmið og sigrar falda aflsins. Við byrjum kannski á því að tala hvað falda aflið Það eru 12 tillögur sem miða því að bæta efnahags- og rekstrarumhverfi minni og meðalstóra fyrirtækja á Íslandi. Svo ég tengi kannski við það sem að fjármálaráðherra sagði hérna í upphafi, þá getum við sagt að þetta snúi allt af því sem að hann nefndi, sem það að hið opinbera sé ekki þröskuldur í vegi fyrir framtaki einkaaðila. Þetta snýr allt af því úrlausnarefni. Þessu verkefni var hleypt af stokkunum í september 2013. Eftir því sem málin vinnast verður síðan nýjum bætt við. Það verða alltaf 12 í gangi, og það er stutt síðan að við tókum fyrstu endurskoðunina á þessu, ákvaðum að skipta út nokkrum tillögum fyrir nýjar, en ég ætla að fara yfir tillögunar eins og við settum það fram í upphafi og hvað hefur gengið vel og hvað að bætast við. Það er árangur víðast hvar, annars staðar þungt fyrir fæti, en það er hreyfing á öllum þessum málum. Ég fer nú svona mishratt yfir sögu hérna því að við erum orðin dálítið tímaknöpp. Í fyrsta lagi skýrari takmörk á eignarhaldi banka á fyrirtækjum. Það hefur verið mikið svona samkeppnisvandamála, eins og þið vafalaust flest þekkið sem reki fyrirtæki, hversu mörg fyrirtæki hafa verið í fanginu á bönkunum og fyrirtæki í ólíkri stöðu á því leyti. FA stóð fyrir mikilli umræðu þetta efni og náði að þrýsta á fjármálaeftirlitið að birta greinar betri umfjöllun, bara í rauninni kortleggja stöðuna. Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis tók þessa umræðu upp, bankarnir birtu nokkuð ítarlegar upplýsingar eignarhald sitt á fyrirtækjum. Við getum sagt að staðan sé orðin skýrari. Málið hefur þokast áleiðis, en Alþingi hefur ekki enn skerpt á löggjöf efnið. Þið sjáu að við erum með svona mæla það hvar viðkomandi tillaga stödd. Þessi svona í efri partinum, það hefur þokast talsvert í áttina. Fleiri skilvirkar fjármögnunarleiðir fyrir fyrirtæki tillaga nr. 2. Það hefur átt sér stað heilmikil umræða til dæmis breyta löggjöf fjárfestingar lífeyrissjóða. Fjármálaráðherra nefndi hérna áðan nýtt ánægjulegt mál skattaívilnanir fyrir þá sem vildu fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum. Það komið fram á þingi frumvarp sem formaður efnahags- og viðskiptanefndar lagði fram með breiðum pólitískum stuðningi. Þetta séu þingmenn úr öllum þingflokkum, meðflutningsmenn, sem sagt að lífeyrissjóðir megi fjárfesta í bréfum fyrirtækja sem ekki skráð á formlegan verðbréfamarkað. Það mál ekki farið í gegn, en á held ég góða möguleika í þinginu. Þannig að þarna erum við sömuleiðis í nokkuð góðum málum. Markvissar leiðir gegn kennitöluflakki, við lögðum þar fram nokkuð ítarlegar tillögur, og það mál á dagskrá iðnaðar- og viðskiptaráðherra sem hefur kveðið mjög skýrt að orðum að það verði að taka á kennitöluflakki. Núna nýlega beindi efnahags- og viðskiptanefnd til innanríkisráðuneytisins að setja í lög ákvæði eignarréttar fyrirvara á óseldum vörum. Það hefur verið vandamál hjá mörgum fyrirtækjum, til dæmis í okkar hópi, að þegar að viðskiptavinir fara í þrot, þá eru stærri keppinautarnir betur tryggðir fyrir því heldur en þeir minni. Við höfum talið að það verið sjálfsagt að menn getur haft eignarréttar fyrirvara á vörum sem ekki búið að selja, og getur sótt þar aftur ef að rekstur stöðvast af einhverjum orsökum. Þetta mál sem sagt í vinslu í innanríkisráðuneytinu, og við höfum fylgt í eftir við ráðuneytið og verðum með það í ákveðnum forgangi í vor, því þarna augljóslega færið að koma fram breytingu.
Lækkun tryggingagjalds í upphafi kjörtímabils var flestum í atvinnulífinu mikil vonbrigði því að það höfðu verið gefin fyrirheit annað. Það átti að lækka tryggingagjaldið aftur þegar að atvinnuleysi færi dvínandi. Þetta var stilt á rautt hjá okkur í fyrra, það var ekkert að gerast í málinu. En yfirlýsingar fjármálaráðherrans á skattadegi Deloitte núna fyrir stuttu að það ætti að flýta lækkun gjaldsins frá því sem það var áformað eru vissulega fagnaðarefni og við munum halda áfram að pressa á þetta mál og halda því lifandi. Ásamt reyndar held ég öllum samtökum í atvinnulífinu. Þetta er gríðarlega mikið hagsmunamál og augljós tenging reyndar núna við kjaraviðræðurnar. Fljótari lækkun á tryggingagjaldi myndi að sjálfsögðu auka svigrúm atvinnulífsins til að hækka laun. Nú hér nú kannski stóra málið okkar á umliðnu ári, afnám vörugjalda á einföldun neysluskatta. Þarna hefur FA beitt sér með mjög virkum og sýnilegum hætti og það vannst gríðarlega stór sigur með afnámi vörugjaldsins áramótin. Sömuleiðis skrefi rétt átt klárlega þessi minkandi munur á skattþrepum virðisaukaskattsins þó að við teljum að það eigi að halda áfram. Og það eru algjörlega ótvíræð jákvæð áhrif þessara breytinga fyrir atvinnulífið. Við sjáum ánægilegar tölur til dæmis núna í upphafi ársum vaxandi sölu á raftækjum. En það engin spurninga fyrir neytendur þetta líka jákvæða breytingar og það því miður búið að afflytja afskaplega mikið umræðuna áhrif þessara breytinga af því að það hefur verið einblínt á hækkun á matvörum en neysla allra heimila á Íslandi miklu flóknari og samsettari en það. Það nánast engin vafi á því að til lengri tíma litið þá eru þessar breytingar að kjarabót fyrir almenning. Nú það sömuleiðis aukin umræða innflutningstollana sem voru partur af þessum tillögum þarna undir 5. liðnum og vaxandi efasemdir núverandi kerfi. Ég kem betur á því á eftir. Hvað var aukna skilvirkni í innkaupum eins og opinbera þá höfum við haldið því máli vakandi meðal annars með gagnrýni á farmiðakaup ríkisins núna síðast. Við vorum ánægð með það að fjármálaráðherra svaraði okkur, tók undir okkar sjónarmið í því og boðaði þessar breytingar á innkaupamálum ríkisins sem hann gerði líka að umtalsefni núna áðan þegar að þessi starfshópur í ráðuneytinu lýkur störfum. Það þarf hins vegar að skerpa á lögum klárlega opinber innkaup hvað sveitarfélögin varðar, þar hefur okkur lítið orðið ágengt. Það þarf að lækka viðmiðunarfjárhæðir, knýja menn til að fara í útboð með í rauninni minni verkefni af því að eins og þetta stendur í dag geta sveitarfélögin í mörgum tilvikum bara ákveðið að fela einhverjum í heimabyggð verk sem að klárlega ætti að bjóða út. 7. málið skilvirkari afgreiðsla samkeppnismála. Við heyrum það á mörgum minni fyrirtækjum sem leita til okkar að þeim þykir samkeppniseftirlitið svifa seint upptekið í stórum málunum. Menn eru lengi að fá ákvarðanir sem leysa úr ágreiningi við umsvifamikla keppinauta. Leiðir til úrbóta í þessu hafa verið ræddar á samstarfsvettvangi iðnaðar- og viðskiptaráðherra þar sem að FA á aðild ásamt fleiri hagsmunasamtökum. En það verður að segjast að þessi samstarfsvettvangur hefur ekki verið mjög virkur. Það okkar hlutverk að íta á eftir úrbótum og halda umræðinni lifandi. Þarna erum við svona í neðri mörkunum, það ekkert óskaplega mikið að gerast. Hér hins vegar mál sem að einfaldlega vannst í árslok 2013 og lögin tóku gildi í byrjun síðasta árs eða laga ákveðið. Það var sem sagt þessi ósangjarna 50-20 regla svokallaða sem var einfaldlega aflögð með lagafrumvarpi fjármálaráðherra og þarna teljum við að aflið sé sömuleiðis fullvirt og við strikum þetta út af listanum, það komið í höfn. 9. málið sanngjarnari kröfur til endurskoðunar ársreikninga minni fyrirtækja. Það ákaflega dýrt og fyrirhafnarsamt fyrir lítil fyrirtæki að uppfylla þær ítarlegu kröfur sem hafa verið gerðar. Málið hefur verið á dagskrá iðnaðar- og viðskiptaráðherra og kannski komist hreyfing á það bara núna síðustu mánuðina þar sem það hefur verið að endurskoða lögin ársreikninga í heild. Það ekki okkur að þakka sérstaklega, það með hliðsjón af Evróputilskipunum einföldun ársreikningaskila minni fyrirtækja. En þarna fáum við að minnsta kosti þau svör núna úr iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu að þessi stefnt að einföldun regluverksins og að draga úr umsýslukostnaði minni og meðalstóra fyrirtækja. Við höfum ekki séð tillöguna nákvæmlega en þetta klárlega skref í rétt átt.
Hér minna að gerast, þó eitthvað. Við höfum haldið þessu máli vakandi að eftirlitsgjöld byggja á þeirri vinnu sem unnin Við höfum núna nýlega til dæmis bent á fáránleika þess að fyrirtæki, og það hefur verið tekið dæmi af aðildarfyrirtækjum okkar, borgi 20 milljóna króna í lyfja eftirlitsgjald en sjái eftirlitsmann jafnvel á margra ára fresti. Afstaða stjórnvalda svona í þessum eilífa slag tekjuöflun ríkissjóðs hefur verið dálítið óljós. Menn segja svo, jú, þetta rétt hjá ykkur í prinsipinu en við erum ekki alveg sannfærðir að við fengjum jafn mikla peninga ef við breyttum þessu. Það svona hreinskilnarsvarið, en þetta einfaldlega mál sem við þurfum að bæði kortleggja betur og halda áfram að íta á, af því að í ýmsum tilvikum er ranglætið þarna svo hróplegt. Hér mál sem við getum sagt að sé komið í höfn, við þurfum að halda áfram að fylgjast með því, en við getum svona strikkað það út af 12 tillagna listanum, lögfesting fleiri gjalddaga aðflutningsgjalda. Þetta reyndar ennþá undan þá ákveðin, það hefur runnið greiðlega í gegn undanfarin ár og við fáum þau svör úr stjórnarráðinu að þessi vilji til að breyta þessu fyrirkomulagi til frambúðar. Þetta er talsvert hagsmunamál fyrir minni fyrirtæki. Og að síðustu skýrari reglur opinbera birtingu ársreikninga. Það er hreyfing á þessu máli líka vegna Evróputilskipunar einföldun ársreikninga minni fyrirtækja. Það er frumvarp í smíðum í ráðuneytinu og ríkisskattstjóri hefur lagt til að menn þurfi ekki að skila inn fullum reikningi, heldur sé hægt að notast við tilteknar framtalsupplýsingar við gerð ársreikningaskrár sem myndi þá í rauninni gerast sjálfkrafa og myndi spara afskaplega mikla vinnu. Markmiðið í þessari vinnu er sagt að einfalda regluverki fyrir minnstu fyrirtækin og við getum fagnað því þó við séum ekki ennþá farin að sjá framan í endanlegan frumvarpstexta. Þannig að þetta er sem sagt staðan. Öll málin á hreyfingu eða í höfn. Þegar forveri minn Almar fór yfir þetta mál fyrir rétt rúmu ári hér á þessum stað, þá var eitt mál alveg á rauðu, þar sem við sögðum aflið skaðað, 2 þar sem við töldum að vera mótstöðu afl í gangi, þau hafa bæði, öll þessi mál hafa færst hér upp í efri flokka. Það er eitthvað að gerast í öllum þessum málum, 3 mál í höfn, við getum verið ánægð með það. Þessar 3 nýjar tillögur sem við leggjum til að koma í staðinn, það er búið að samþykkja það í stjórn félagsins, koma í staðinn fyrir málin sem vera meira minna leyti í höfn. Þetta er í fyrsta lagi það sem búið er, afnám vörugjaldana, breytta reglur skattlagningu arðs og svo lögfesting fleiri gjalddaga aðflutningsgjalda. 2 af þessum 9 tillögum snúa því að skerpa fókus á því sem að hefur enn ekki náðst fram varðandi neysluskatta og aðflutningsgjöld. Og svo 3. snýr síðan að sjávarútveginum að styrkja stöðu þeirra mörgu litlu og meðalstóra fyrirtækja sem stunda sjálfstæða vinnslu og útflutning. Þau eru talsverður hópur innan vébanda félags atvinnurekenda. Þannig að við kallum þetta eðlilega verðmyndun í sjávarútvegi, því þekki þessa umræðu tvöföldu verðlagningu. Sjálfstæðu fiskvinnslunar sem eru háðar fiskmörkuðunum eru í rauninni að fá sitt hráefni á miklu óhagstæðara verði heldur en fiskvinnslur sem eru tengdar útgerðarfyrirtækjum eða hluti af útgerðarfyrirtækjunum. Og samkeppniseftirlitið hefur komast að þeirri niðurstöðu að þarna séu raunverulegar samkeppnishindranir. Við leggjum til að lögum verðlagsstofu skiptaverðs verði breytt þannig að útgerðarmenn komi ekki sjálfur beinum hætti að ákvörðun verðlagsstofu verðsins og það taki meira mið af verðþróun á fiskmörkuðum. Til að það gerist þá verður að tryggja að miklu meira af aflanum fari fiskmarkaði heldur en gerist í dag og það aftur útheimtir að eftirlit verði hert með löndun fram hjá vikt. Við eigum upptökur frá fundi sem við heldum fyrir síðustu kosninga þar sem að talsmenn allra flokka voru á því að það ætti að auka hlutfall afla sem færi í gegnum fiskmarkaði. Það verður síðan kannski dálítið minna emdindar, jafnvel þegar að sömu menn eru komnir í ráðherrastól. En það er þá hlutverk okkar að pressa þar á og eitt af tækjunum sem við höfum til að gera það er að krefjast þess af sjávarútvegsráðherra að hann bregðist við tilmælum samkeppniseftirlitsins frá því í nóvember 2012 að þessi mál verði tekin til endurskoðunar af því að það verður ekkert gerst í þeim í þessi rúmlega 2 ár. Þarna sem sagt ætlum við að fara að beita okkur á næstunni og munum vantilega að hafa aðildarfyrirtækin sem eru í sjávarútveginum með okkur í því. Annað, þetta var
hluti af tillögunni sem sneri að vörugjöldunum og neyslusköttunum. Það sem sagt afnám verndartolla í landbúnaði. Við áttum okkur á því að það þarf vantarlega að gerast í áföngum og það var ánægilegt að heyra fjármálaráðherrann tala á þeim nótum hérna áðan. Það er augljóslega vaxandi skilningur á því að þetta fyrirkomulag sem við búum við í dag gengur ekki til lengdar. Þannig að við leggjum til að byrja með að vera afnumin tollverndin á vörum sem ekki teljast til afurða hefðbundins landbúnaðar á Íslandi. Við getum tekið þar bara dæmi af kjúklinga og svínakjöti sem ekki partur af þessum landbúnaði sem tengdur sögu okkar og menningu og við viljum varðveita fyrir vikið. Við viljum líka að tollverndin falli brott á vörum sem ekki framleiddar á Íslandi eða þar sem innanlandsframleiðsla annar ekki eftirspurn og það er vaxandi. Hins vegar teljum við að hefðbundin landbúnaðurinn sem þá fyrst og fremst mjólkur og kindakjötsframleiðslan megi fá meiri samkeppni þannig að það eigi að lækka tollverndina. Til skemmri tíma þannig að endurskoða þetta úthlutunarkerfi innflutningskvóta og rýmka þá verulega. Þetta er nú mál sem við höfum beitt okkur heilmikið í að undanförnu og við finnum augljóslega vaxandi hljómgrunn þó að mótstaðan sé líka mikil og hagsmunirnir sterkir á móti. Nú við leggjum í þriðja lagi til einföldun álagningar virðisaukaskatts. Þetta er svona kannski efnis meira það sem var inn í tillögu 5 vörugjöldin og neysluskattana. Við teljum að endanlega markmið ætti að vera að leggja á virðisaukaskatt í einu þrepi og lækka almenna skattþrepi verulega. Þetta er nú tillaga sem hefur komið fram í skýrslum flestra alþjóðastofnana sem að ráða okkur heilt eins og OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Leið þarf auðvitað að fækka undanfrá frá virðisaukaskattinum þannig að skattstofnin breyki af því að ríkið vil vantanlega halda sínum tekjum á honum nokkurn veginn. En þetta er síðan hluti af þeirri umræðu sem hefur nú verið núna í kringum matarskatt og breytingar á vörugjöldum. Við teljum að þessi nær að hjálpa tekjulágum í gegnum bótakerfið heldur en að veita öllum tekjuhópum afslátt af virðisaukaskatti. Það er spurning hvort að pólitíkin hefur þrek til að taka þetta mál lengra á þessu kjörtímabili. Ég er ekki viss um það. Það þurfti talsvert pólitískt þrek til að koma vörugjaldamálinu og þessum breytingum á vaskinum í gegn áramótin. En það er vonandi að niðurstaðan af þeim breytingum verður mann þá hvatning til að halda áfram í að einfalda skattkerfið þarna á þessum fronti. Nú, í þessum málum ætlum við að vinna á þessu starfsári sem nú fer í hönd. Við viljum svo afskaplega gjarnan hafa aðildarfyrirtækin með okkur í því. Við fögnum öllum tillögum, hugmyndum og frumkvæði sem kemur úr innan fyrirtækjanum. Það er þið sem þekki markaðin best, það er þið sem viti best hvar er þungt fyrir fæti í stjórnsýslinu og hjá stjórnkerfinu. Við getum síðan aðstoðað við að vekja athygli á málum og þoka þeim áfram. Takk fyrir. Takk fyrir Ólafur. Ánægilegt að sjá hvað þessu þokar áfram. Þetta verður allt, það var ekki lengri tíma. Leiðu í slíti þessu ágætu gestir og þakka okkur fyrir samveruna hér í eftirmiðdaginn. Þá ætla ég að hvetja ykkur til þess að staldra við hérna fram, gefa ykkur tíma til að njóta veitinga og spjalla hvert við annað og hafa það bara gott. Takk fyrir í dag.